Allt sem tengist íþróttum. Sportátturinn mánudagskvöld á Suðurland FM. Mikið rétt, sportátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi. Þá komið að aðal atriði kvöldsins. Það náttúrulega úrvalsdeild kvenna sem hefst núna næstkomandi helgi og þeir eru konir hérna í settið. Lúther Gesson, ritstjóri 5-1. Ingvar Örn Ágásson, kannski spyrjið þið strax Ingvar, ertu að þjálfa á Fjölni núna eða hvað ertu að þjálfa? Ég er í HK, Stórveldi í Kópavogi, ég vinn í Stórveldunum, það bara svo leys. Það vinn í Stórveldunum og Jóhannes Lange hjá Fylki, ekki satt? Já, það er rétt, ennþá. Aðstofaþjálfari eða þjálfari, hvernig er þetta? Maður finnst sko, það er allir hættir að vera aðstofaþjálfari, þetta er alltaf svona, bara annar þjálfari eða hvað? Bara aðstofaþjálfari, bara gamla og góða. Bara gamla og góða aðstofaþjálfari. En við verðum hérna með uppbytuna þátt til klukkan 11:30 í kvöld og við hringjum núna stuttlega í fyrsta viðmælanda og það verður Hrafnhildur Skúladóttir, þjálfari IPVAF. Kannski byrja á þér Jónas Lange, hvernig er svona tilfinning þín fyrir úrvalsdeild kvenna fyrir komandi tímabili? Þórum maður að spyrja þig, þú ert ekkert hlutdrægur? Nei, ég er ekki hlutdrægur. Ég er bara spenntur fyrir þessu að þetta sé loksins fara að byrja. Þetta verður hörkudeild, þetta er svona nýtt fyrir komulag og þetta eru bara 8 hörkulið sem eru þessar úrvalsdeild og ég held að þetta getur bara mjög skemmtilegur og spennandi vetur. Þannig að ég er bara spennt fyrir þessu. En hjá þér Ingvari, hvernig er svona leggst tímabili hjá þér? Já, ég er bara mjög spenntur fyrir þessu tímabili og ég vænti þess að Jóhannes verði með einhver læti með fylkisliðið og gefið þessum stórveldum í gæsalöpum bara góða keppni og ég held að þetta verði ekki einfalt og Lúther sett upp á 5-1 í dag. Það er bara svona, ég held að það verði ekki klift og skorið. Nei, það var samt rosalegt mál að setja þess að spá niður. Það var sko, við vorum með menn með okkur í því og það var bara, menn voru bara heitir í umræðum og annars. Ég held að þetta sé bara svona lýsir þessu best bara hvernig deildin mun verða. Þetta verður bara hörkuleikir heitir alltaf leið og ég held að sé ómögulegt að spá í hvernig röðunin verður hennilega. Við erum að fara í einhverja aðra tölfræði og veist hvað fær Lange mörg gulspjöld í Ég held að Lange verði fyrsti maður sem fær 2 á bekk. Það er bara svoleiðis. Annað þættin er óeðlilegt. Fyrstu marga 2 á bekk í fyrra? Ég fekk engar. Já, þetta viss. Halldór Stefán fekk eins og þetta. Þetta verður fyrsta bláa spjaldi sem fer á starfsmann. Það er bara svoleiðis. Nú að vitleysun í bíli hérna þó að það sé nú engin vitleysun sem þið talið en við erum komið fyrsta viðmæld á línuna og það er hún Hrafnhildur Skúladóttir, þjálfari IPVAF, komdu sæl og blessuð. Sælir. Og það er bara spurningum í hendi bara beint á hann Lúther Gesson, ritstjóra 5-1 með fyrstu spurninguna til þín. Hvað segir þú það mín? Ég segi bara ljómandi gott þakka. Já. Nýkomin að utan með IPVAF-liðið það ekki? Já, það er við hvernig komum við 23. ágúst komum við tilbaka. Já, hvað voru að gera? Við fórum í æfingarferð til Danmörkur, fengum að æfa þar með mjög góðum dönskum liðum og sem var bara frábært. Búin að æfa vel? Já, við erum búin að æfa mjög vel. Við erum náttúrulega ekki rosalega mikið manna, við erum ekki með stóran hóp, en þær sem eru, það æfa vel. Sko, Hrafnhildur Ingvar Örn Ágásson hérna megin. Já, sæl. Herðu nú spyr ég bara, er þetta ekkert stressu eftir þessa spá sem að Lúther hendi hérna í dag? Mér sýnist þú bara vera með allra besta lið sem að setja verið saman í kvennaboltanum á Íslandi. Veistu það, ég hló mikið að þessu. Ég veit að Lúther hann heldur svo mikið upp á mig að ég vissi að myndi alltaf spá mér sigri. Já, ok. Ég er bara að sjálft að séð annað en stjörnu fans þarna. Það er bara, þú veist ég alveg, þetta er bara eins og frakka 95. Ég er bara Jackson Richardson mættur og það er ekki hægt að vinna ykkur. Sandra Ellings Karolina Bærens Guðný Jenny Ásmunds. Ég meina, er eitthvað lið sem að einhvern tímann hefði neitað einum af þessum leikmanni? Það er pláss, það hafa öll lið pláss fyrir alla þessa leikmanni. Nei, þetta voru þessar 3 ár sem ég var með óskalista og vildi fá og þær sem ég talaði við og ég fekk þær allar. Þannig að ég er alveg gríðarlega sátt með það. En við náttúrulega missum Dínu Dögg og við missum Veru López. Já. Þannig að fara stóri bitar en við fáum líka stóri bitastæðin og erum náttúrulega mjög vel settar í rammanum sem er náttúrulega frábært.
Það matsatrið, hérna, er starfið í hættu eða þú tekur ekki stóran titil eða? Hvernig er það? Já, nú bara ára eftir að samning. Já, ok, þú ert undirbúin að hætta þessi dag á þessum titli sem er búin að gefa þér inn í dag. Það er sennilega ekki framlengt allavega ef að ég... Nei, ég veistu það, það er satt að segja það og er allir mjög hissa á þessari spá hérna svona í kringum mig. Þeir voru ekki að búast við þessu hérna ok, í Vestmannaeyjum. ok. Ég setti þetta að vísa ekki. Ég er spennt að sjá spána á morgun og það ég get alveg samfært ykkur það að leikmenn og þjálfarar í deildinni, þeir eru ekki með mig í fyrstu tveimursettunum. Ég er eiginlega, sko, ég hallast frekar að fara niður í 5. þar. Okay. Þú vilt meina Stjarnan og Grótta verið fyrir ofað í Spáni? Hugsala Valur? Stjarnan, Fram, Valur. Sett öll hinliðin í deildinni, það er engin press á IBF? Nei, maður kannski Fylkir, þeir verið ekki fyrir ofan einhverja. Ég pressa og ekki pressa, það er náttúrulega bara bílu pressa á öllum að halda sér í þessari deild. Já, ég er bara aðeins æs í það, sko. Það er gríðarlega það er alveg næg pressa fyrir mig. En Hrafnhildur, ertu með sterkara lið enn í fyrra? Það er náttúrulega, þú veist, ekki mikla breytingar, en svolítið stóra breytingar sem að verða kannski. Sko, satt að segja, þegar ég Drífa Þorvald sem eitt hjá mér, ég veit ekki hvernig hún kemur inn, Greta náttúrulega ennþá í krossbandaslitum, þegar þær tvær komnar inn, og ef ég er ekki búin að missa neina aðra, þá myndi ég, já, klárlega segja ég sem er betra lið, heldur ég var með þeirra. Og svo farðu náttúrulega líka fullt áramótin. Já, við erum að kaupa einhverja 3 franskar. Alveg nóg að fá þær áramót. En Nei, við náttúrulega eins og núna í þessu staðinni, þá ég með mjög fáar og ég má við akkurat engu núna. Þangað til að ég fæ hina stelpuna minna inn. Þetta eins og þetta er náttúrulega mjög stóri bitar sem eru meiddir, eins og Greta er í fyrsta lagi, en hún er ekki þannig sér klár fyrir eftir áramót. Hún kannski byrjar að fá einhverja mínútur eftir 2 mánuði. Okay. Og svo eins og sko Drífa, við vitum ekki, hún gæti dótt inn eftir 3 vikur, hún gæti dótt inn bara ekki fyrir eftir áramót. Það er bara, það er bara mjög mikil óvissa með hana. Já, ég skil því. En ert þú betri þjálfar heldur þú varst í fyrra? Er ég? Þú ég ætla rétt að vona það. Það er þá einhver plús. Læri maður ekki alltaf eitthvað að reynslinni? Já, ég ætla rétt að vona það. Annars bara, ég veit ekki, ég held að það snúist ekki neitt rosalega mikið um mig, ég held að það snúist bara hausin öllum hópnum og svo sem mér í leiðinni, en bara öllu leiðinni. En þú hefur fulla trú á þessu... Það er bandlega sem skiptir máli. Þú hefur fulla trú á þessu verkefni eða ekki? Jú. Ég hef fulla trú á þessu verkefni og ég bara, eins og held ég með bara öll önnur liðið þessari deild að þá einhvern veginn geti maður alveg slýsast til að vinna þess að deild og maður geti líka alveg enda í 8. sæti. Þannig að... Það er mjög líklegt. Þannig að þetta er bara svolítið svo les. Maður getur mjög öll að tappa þessi liðunum og maður getur mjög öll liðin. Já. En hvað ætlar að gera öðruvísi í ár heldur en í fyrra? Með að við þú hefur lært svona mikið á árunni í fyrra? Hvaða vörn ætlar að spila? Á að halda sig við þess að... Hverja tekur út? Þetta er bara þú verður að segja þetta hér. Við erum bara að spjalla. Já, þið verður að hringi með allavega fyrstu túrleikina, sko. Já. Þið verður að lega mér aðeins að, ég er ekkert að fara að gefa allt vilt núna, bara í byggnum. Nei, það er reyndar hárrétt þér. Eitt sem að mig langar kannski aðeins til þess að heyra frá þér, það er búið að vera að kynna ykkur þjálfurunum í deildinni núna og eitthvað eru fjölmiðlar búin að fá að heyra að því líka. Það er þessar 9 reglur sem verður spilað eftir. Já. Hvernig líst þér á þær? Bara, fer maður ekki bara eftir reglunum, þetta er ekki tókið. Jú, þetta er víst bara, það er alveg margt gott í þessu reglum. Ég vorkinni dómarunum alveg svakalega mikið og ég bara vona þessi engin dómari með ADHD sem er að dæma. Það verður þá eitthvað virkilega erfitt að fylgjast með þessu. Hvað mennur, þeir eru búin að tella upp í 5 og 7. sendingin er að koma og bláa spjaldi komið upp og 2 sóknir bara á leikmar út af 2 sóknir. Já. Þetta er alveg... Og svo bara 1 standa. Verður algjört bíó. Þetta gæti orðið smá örgla vesen til að byrja með.
Þetta verður mjög erfitt og þetta hérna, tölulega breytingar en hérna, marga alveg til góðs. Og svo eftir 1 ár þetta orðið harpikslaust, þannig að það enga breytinga framöndan í þessu. Já. Það fínt að þetta sé bara svona stabílt og kannski vera 3 deildir næsta ári og Það aldrei að veit. það allt í þessu, 3 5 deildir, það ekki eitthvað? Já. Setja henni ofurdeild. Þetta dýrt stöf, þetta harpiks. Já, ég veit það. Sleppa þessu bara. Eins og Körubolti er búin að segja mörg ára. Akkur þurfa alltaf þetta helvits harpiks? Já. Bara að kasta þessu. Þeir eru með miklu stærri bolta Já, og nota ekki og þeir þurfa, reynda að nota Jonathan Bow harpiks í den, en það kannski annar mál. Það kemur eitthvað nýr bolti. Já, það kemur eitthvað nýr bolti með svaka gripi. Já, með svaka gripi. Og djúvillega þeir eftir að græða sem kom með þann bolta. Já, það vantar eitthvað eigamæður, þeir ekki alltaf að græða það? Já, jú, það er alveg allt í vinslega. Þetta verður eitthvað veisla. Ég veit ekki, Lútherl hefur bilað trúaður, Haraldur, en ég er farin að hallast að þetta sé bara rétt hjá honum, að það verður bara erfitt fyrir önnur lið að eiga við eiga stelpur. Já, ég minna eins og Ég var nú sitt jafn spennt á við. En ég er líka að segja, ef ég verð svona til að heppin með meiðsli núna og fæningarinn, þá verð ég með þá allavega verði ég hérna með mjög gott lið þegar allt klárt. Er það ekki rétt skilið að Guðný Jenny, hún ekkert að koma að þessi markmann sjálfari, hún alltaf að koma líka bara til þess að spila í markinu, það ekki? Jú, hún er bara výverið með svaðalegt markvara teimi og hún er hérna, svo er hún alltaf líka bara með þetta æðislega skap sem smittar út í liði og hún er alltaf bara bílaði vinnir, þannig að það er bara því líku fengur í henni. Jóhannes Lange setur henni á móti mér sko, ég sé að hann er fann að gráta sko, hann saknar hann svo. Nei, það meina, ég fæ, það er millifært inn á mig, rappar millifæri bara inn á mig, ég meina, maður dró hann á flot þannig að það er 2 ár og það er bara, svo er bara henni kippt frá manni, þannig að þetta er ekkert mál. Nei. Þetta er svona. Sandra Ellings, hvernig? Það er mesti styrkurinn núna fyrir mig og mitt lið og þess að 3 nýju sem komi eru allavega alveg svakalega sterkar svona bara líka fyrir liðið og bara hérna bara í hugsunarháttir, þetta eru leiðtogar, þetta eru bara ríkala sterkar týpur að fá inn í hóp. Nú höfum við kannski, eitt leikmaður sem við höfum kannski svona handbolta áhuga maðurinn og fjölmiðla kannski minnst séð spila, Sandra Ellings kemur frá Fúsi Berlín. Já. Hvernig hún er náttúrulega yngri landsliðsmanneskja. Hvernig leikmaður er hún? Kemur hún, já maður svona myndi ætla það að hún væri bara komin inn bara í toppformi og hörku player. Já, hún er í frábæra standi, alveg, og bara eins og hérna og bara því líku karakter sem stelpa fætti leiðtogi og hefur alltaf verið, ég manni í dendi hann hefur verið 6. flokki og þá sá maður strax þá hann yrði, þannig að hérna bara æðislega típa að fá og hún á pottit eftir að nýtast okkur alveg mjög vel. Pappin er ekkert að segja svona hvernig þú átt að nota hana og hvað hún eigi að spila og svona? Nei, hann lætur mig frið ennþá. Hann treysti þér alveg? Svo sjáum við til hvernig það verður eftir 3 leiki, hvort að hann er fann að tuða mig þá. Já. Nei, ég á nú ekki vona á því. Nei. Herðu, Hrafnhildur, frábært að heyri þér og hérna... Sömuleiðis. Já, það er kannski, já, við enda þessu bara slóra skítu. Ingvar, þú kannski kemur loka... Já, ég ætla bara að spyrja þér Hrafnhildur svona í lokinu svona að það sé nú bara mjög óþægilt fyrir þig. Hverju spáir þú titlinum ef að þið vinnið hann ekki? Já, nákvæmlega við mátt spáði, ég mátt ekki setja mig inn á seðinu. Nei, það er mikið sko. Heyrðu, ég setti hérna, ég skal uppljóstra því, ég setti Stjörnuna. Einfallega út af því að það eru búin að fá gríðarlega mikla styrkingu. Já. Svo náttúrulega líka, já, það er náttúrulega svo vel skráð hvort að hún Tokka mín spila eitthvað. Hún náttúrulega verður alveg gríðarlega styrku fyrir þetta lið ef hún getur spilað. Og þær eru sterkar fyrir, þannig að þetta ég er sammála því, þær verða mjög góðar, ég er sammála því. Við heyrum í henni hérna eftir... Rakel Braga náttúrulega bara í fantaformi og hérna bara í sjálfsins náttúrulega bara þær voru að fá stóra bita inn. Já. Við ætlum að hérna... Og voru með náttúrulega í sjálfsins og halda öllum öðrum nema náttúrulega flórið.
Þannig að þær verða með, og þær eru með langmestu breiddina af öllum. Þær og Valur, myndi ég segja. Þetta er góð spá, Hrafnhildur. Hrafnhildur Skúladóttir, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og já, við skiptum yfir næst í Stjörnuna. Það er Þorgerður Atladóttir sem verður á línunni. Hrafnhildur, gangið sem allra best á tímabilinu og er ekki við enda þessu á slóra skítlæginu? Jú, gerð það bara. Bestu þakkir. Takk framar mín. Bless. Bye. Já, ég held að þetta sé margum beðnasta lag Eyjamanna hérna í sportættinum.